Síðan PSA og leikir tengslin við þroskastigin. Síðan PSA var svissneskur sálfræðingur og fræðimaður og hann hafði mikilvægar hugmyndir leik og miklar leik barna sem hluta af þroska þeirra. Hann leit á leikinn sem verkfæri fyrir börn til að kanna heiminn, læra og þróa hugræna færni. Hann tengdi leik sérstaklega við hugmyndir sínar þroskastig barna og hvernig þau þróa skilning á umhverfi sínu í gegnum leikinn. Þannig tengdi hann leikinn við mismunandi stig hugræns þroska og útskýrði hvernig leikurinn breytist eftir hvernig barnið vex og þroskast. Og hér eru þá tengslin við þroskastigin og það í fyrsta lagi skynhreyfistigi sem 0 til 2 ára. Að á þessu stigi þá börnin farin að kanna heiminn í gegnum skynjunina, til dæmis snertingu, sjón og heyrn og einfalda hreyfingar. Þau stunda oft skynjunar og hreyfileiki eins og að grípa í hluti, sleikja þá eða henda þeim. Einkenni fyrir þessa leiki að barnið endurtekur athafnirnar aftur og aftur, til dæmis að sleppa hlut og taka hann aftur. Og leikurinn felst í einföldum athöfnum sem barnið hefur stjórn á. Foraðgerðastigið sem 2 til 7 ára, það stig 2, að á þessu stigi börn byrja að þróa ímyndunarafl sitt og fara í hlutverkaleiki. Börn stunda táknræna leiki þar sem þau nota ímyndunaraflið, til dæmis leika sig með dúkkur eða búa til leiki með hlutum sem tákna eitthvað annað. Einkennin fyrir þetta stig að þessi táknræna hugsun, börn nota hluti til að tákna aðra hluti, til dæmis prik sem sverð eða kubbur sem bíl. Börn byrja að þróa hlutverkaleiki, til dæmis þykjast þær ofurhetja eða foreldri eða eitthvað annað. Leikir eru oft sjálfmiðaðir og byggja á þeirra eigin reynslu og þeirra eigin sjónarhorni. Þriðja stigið svo hlutbundnar aðgerðir sem 7 til 11 ára og á þessu stigi fara leiki barnsins að verða regludrifnari og félagslegri. Börn fann að leika sér með öðrum í leiki sem fylgja reglum eins og til dæmis borðspil, boltaleikir og íþróttir. Og einkennin fyrir þetta stig og leikinn að leikurinn fann að byggja á samvinnu og þátttöku með öðrum börnum. Börn byrja að skilja reglurnar og fylgja þeim og þau eru fær að leysa einföld vandamál sem koma upp í leiknum. Fjórða stigið svo formlegar aðgerðir fyrir 11 ára og eldri. Á þessu stigi geta börn farið að hugsa óhlutbundnar hugmyndir og unnið með flóknari reglur í leikjum. Leikirnir verða skipulagðari og flóknari og oft með hugrænum áskorunum eins og í stefnu- og þrautaleikjum. Einkennin fyrir þetta stig að unglingar og fullorðnir leita í leiki sem krefja skipulagningar, rökhugsunar og félagslegra tengsla. Leikirnir verða þannig hluti af félagslegu lífi og tengjast oft áhugamálunum. En PSA leit á leikinn sem nauðsynlegan hluta af þroskaferli barna og taldi að í gegnum leikinn uppgötvuðu börn nýjar hugmyndir, þróuðu rökhugsun og lærðu að takast á við umhverfi sitt. Og leikurinn breytist þannig í takt við þroskastigin eins og búin að fara í gegn hérna á þessum 4 þroskastigum og endurspeglar vitsmunalegu getu barnsins á hverjum tíma.